Snorri, það ekkert nýtt undir nálinni í þessum landsliðshópi. Það engan áhuga að taka smá áhættur? Jú, en valdi bara með sterkasta lið og tók snemma ákvörðun það að gera það í þessum glugga og þannig að nei, þá þú tala áhættur, þá það eflaust ekki þarna. Ég meina þú náttúrulega eftir að koma úr stórmóti þar sem að Ísland var að ná sínum besta árangri í mörg ár, þannig að kannski engin ástæða til að breyta eða hvað? Maður þarf alltaf aðeins að pæla á eins og kannski koma aðeins inn á fundunum, þetta með að komnir á HM, það svona, hvað maður segja, þú leifir þær að hugsa aðeins lengar fram í tíman og þess vegna ég svona aðeins svona enn sem komið þá ætla ég að nálgast þessu glugga einhver leita aðeins öðruvísi. Þetta verður mæglugginn ekkert eitthvað umturna lið, en ég tók snemma ákvörðun það að ef ég ætlaði að gera einhverjar tilraunir og taka sénsa eins og þú orðar það, þá væri það frekar í mæglugganum og líka bara svona fenginni reynslu. Þá er það bara langt komið lið á tímabili akkurat þá og það getur verið alls konar stand á mönnum og menn getur verið undir alls konar álagi í sínum félagsliðum og það er svona meiri buffer þar að gera eitthvað, fannst mér. Og svo fannst mér líka bara svona vera bara réttast eiginlega að velja strákana sem voru á EM og kannski voru að, hvað maður að segja, skapa þessa stemningu og þessar tilfinningar sem voru í janúar, að bæði leyfa þeim að koma hérna heim og kannski þá eitthvað gefa af sér og þakka fyrir sig og svo kannski fólkinu til þess að sjá þá. Tekur Ísak Steinsson svona sem nýlega fyrir þetta náttúrulega Reyni, einhver ástæða fyrir að þú tekur Ísak inn í þennan glugga á þessum tímabóti? Við náttúrulega bara erum alltaf að fylgjast með þeim og mér veist hann að staðið sig ágætlega eftir áramót. Hann ekki búinn að vera í síðustu 2 gluggum. Við vorum með Ágúst Eli og Einar Baldvin í janúar, tekið Ísak núna. Það er bara svona þessi hugmynd hjá mér að vera alltaf menn að 3. markmaður. Við vitum alveg hvað Björki er gamall og það kemur að því að það verður ekki þarna, held ég. Þannig að við erum bara svona vega og meta hlutina og skoða þetta svona eftir bestu geti. Svona velur Elvar Örn Jónsson til dæmis, er hann bara að byrja að ræfa eftir meiðslin og verður bara full force þarna meðan mars? Já, svona með samtöl mín við hann og pappan sem er nú í sjúkrateyminu hjá okkur líka, þá er hann bara heill heilsu. Hann er búinn að vera í hópi í Magdeburg í síðustu 10 leikjum og ég er bara klár og ef hann segist geta að spila bara 60 mínútur ef Víkart biður hann það, þannig að hann er bara klár í slag. Það var smá umræða í handkastinu núna í aðdraganda áður og velur þannig hópum að undirbúningur fyrir HM myndi nú ekki hefjast í einhverjum æfingarleikjum á móti Svíþjóð í mars. Kom eitthvað til greina að gefa leikmönnum sem hafa verið undir miklu álagi og hafa jafnvel verið að glíma með meiðsli eftir EM frí í þessu glugga. Í annar staði var frávegna meiðsla í aðdragandanum og Ómar fær reynda að kærkomi frí. Kom það eitthvað til greina? Voru einhverjir leikmenn sem íhuga kannski að því? Já, nei, það er þegar ég hef samband við leikmennina, það hefur aldrei bara einhver í að því að hann þurfi frí að halda og það er frábær tilfinning sem þjálfari að það virðist aldrei verið eitthvað vesen fyrir það að koma og spila fyrir landsliðið. Þannig að nei, ég var ekkert eitthvað pæli í því að gefa þeim frí endilega sko. Eins og ég segi, þetta er svona, ég horfa á þessa glugga svolítið svona, þessar 2 gluggar svolítið í svona smá samhengi. Þú kemur aðeins inn á hann undirbúningin fyrir HM, það sem gerist núna er ekkert eitthvað lykilatriði endilega upp á, það segir okkur ekki hvernig HM verður í 2027, en svona því ég ger upp móti núna þá er ég svona, þá horfum ég meira svona aftur í tíman. Ég er nú bara komið inn á það hjá þér í viðtölum daginn að mér finnst mikilvægt að við séum alltaf á okkur leveli, við séum alltaf að reyna svona að þróa okkur og bæta okkur og það komast í undanúrslit núna á EM er ekkert endilega eitthvað sem gerðist bara í janúar, heldur hefur þetta átt sér stað bara svona HM, undankeppni, EM og annað slíkt og er bara að þróast og gerjast og við þurfum bara að halda áfram þeirri vinnu og vanda okkur við það til þess að við getum aftur kannski gert allavega á svona velunarsetti. Varðandi samningaviðræður þínar við HSÍ, svona hljómar þannig bæði þú sjálfur og svo formaður HSÍ að þetta gangi nú bara frekar vel. Gerir ráð fyrir að það verði búið að framlengja við nýjan samning áður en þessi leikir gegn Svíþjóð fara fram?
Eða verður þetta tilkynnt að blaðamannafund í aðdraganda leiksins? Nei, ég hef ekkert endilega vonað því sko. Þú veist, eitthvað svona innihald samninga og samningaviðræður, ég er ekki viss að þetta kannski sé rétti í staðinn til þess að tjá sig um það, þú veist, þetta er bara í ferli og þetta er ég bara í samskiptum við umboðsmann og hans og við HSI og þú veist, það bara verður að hafa sinn gang og þú veist, hvort það tækist utan að langa tíma eða bara gangi ekki verður bara tíminn að leiða ljós sko. Þú hljómar allavega þannig eins og þú sért all in í því að vera áfram, Mér finnst það bara kjánalegt fyrir mig að vera eitthvað nálgast þessa leiki eins og þetta geti bara verið mínir síðustu leikir eða eitthvað svoleiðis. Ég þarf bara að horfa lengra fram í tímann og ég þarf bara, mér finnst það bara þægilegt, mér finnst það betra þessi þjálfari og ef þú ert þjálfari í janúar sem ég bara stefna á að vera, þá þeir bara pæli því í minn og ef það bara fer allt í skrúna þá bara það einhver annar að pæli því sko. En ég reynir bara að horfa yfirleitt langt fram tímann og ég gerði það meirst ég tók við liðinu og hef alltaf haft þessa ólympíuleika 2028 svona sem stæðstu gulrótina bæði fyrir mig og held ég bara líka sér leikmennina og ég kem til með að bara vinna áfram samkvæmt því plani bara þá til eitthvað annað kemur í ljós sko.